og maður getur fabúlerað endalaust sko. Mundi sekur maður fremja sjálfsvíg, mundi saklaus maður fremja sjálfsvíg, það ekki hægt að lesa neitt í það í raun og veru. Þú veist, ef hann einhver svona Christian Bale, American Psycho típa sem að siðblindur brjálæðingur, þá held ég svo ólíklega að hann myndi fremja sjálfsvíg. Ég myndi veðja það allavega. Slíkir aðilar eru svona of sjálfselskir til þess að gera það. En eins og ég sé, þetta eru bara fabuleringar sem er ómögulegt að festa reiður á. Það sem mér finnst eins vegar stóra málið í þessu að meðhöndlun fyrirtækisins Icelandair, sem stór fyrirtæki á íslenskum vinnumarkaði, ég held að þetta sé eitt stærsti vinnustaður fyrir utan Reykjavíkurborg á Íslandi, að þeir taki svona mál einhvern veginn í sínar hendur og láta eitthvað mannusteymi úrskurða svona viðkvæmt mál. Það finnst mér í besta falli á verulega gráu svæði. Sko, ég alveg hlynntur því að stór fyrirtæki sinni samfélagslegum málum fyrir fjölskyldur starfsmanna sinna, jafnvel verið með leikskóla fyrir börn starfsmanna og svona, en að vera með einhvers konar réttaríki innan fyrirtækisins, þar sem þú veist með rannsakendur, ákærendur og dómstóla hjá fyrirtæki til þess að afgreiða mál og skera úr sekt einhvers og segja honum upp starfi eða neyðan til þess að segja starfi sínu lausu. Það finnst mér verulega varasamt og mín sannfæring svo að fyrirtæki eiga bara ekki að koma nálægt svona málum. Ef það koma svona mál inn á borð mannauðsdeildar þá á mannauðsdeildin að hvetja viðkomandi sem að kvartar til þess að kæra. Þú veist bara, þetta hræðilegt að þú getur hafa lent í þessu, við hvetjum þau eindregið til þess að kæra til lögreglu, við getum raunur lítið gert. Við geta, í verstafalli getur fyrirtæki sett bara starfsmann í leyfi en að skera svona úr sekt með því að, þú veist, ef mannum gert að segja starfi sínu lausu með hótunum að hann gerir það ekki, þá hann rekinn, þá þetta fyrirtæki búið að ákveða að hann sé sekur. Já, ég sá bara svo miklar umræður, þá ykkur að segja að okkur er engin kæra og þá hefur verið kommenti, sko, ég veit ekki það, að Stígamót hreinlega mæli með að kæra ekki. Já, af hverju? Af því það sé bara eitthvað verra, þú veist, það ekkert betra að kæra, oft betra að kæra ekki. Man bara, Stígamót náttúrulega orðin svona, og bara aktivistasamtök sem hafa viljað taka bara réttaríki úr sambandi og færa þetta bara til dómstólsgötunar og færa þetta bara í kommentakerfin og taka fólk af lífi þar. En ég trúi því ekki að stórfyrirtæki eins og Icelandair hafi viljandi vilja fara þá leið einhvern veginn að verða einhvers konar dómstól götunar. En auðvitað eru stórfyrirtæki Icelandair og fleiri, maður sér það þau eru loðandi hrætt og þau lúffa og bukta sig og beygja fyrir þessum aktivista hernaði sem að ríkir í landinu. Þau eru skítrættum að verða undir í einhverju svona herferð aktivista. En þetta eru bara svona prinsipmál sem verður að vera á hreinu að þú getur ekki sem vinnuveitandi ákveðið að taka einhver svona lög í þínar hendur. Eða þú veist, hvernig ætli mannauðsdeild Icelandair líði með það að þarna ungur maður sem tekur líf sitt hreinlega. Það er ekki leggjandi á sem sagt herðar mannauðsdeildar Icelandair að bera þá ábyrgð einhvern veginn á því. Þess vegna áttu aldrei að fara út í þennan leiðangur. Hann hefur væntanlega, þú veist, neitað fyrir þetta á þessu fundi með þeim. Þannig að faktist þegar þetta orð á móti orði, skilurðu. Já, og hún lýsti því einhverstaðar starfsmaður fjölskyldunar, hún hefði hlustað á 2,5 klukkutíma upptöku af fundi hans með mannauðsdeildinni þar sem ekkert hafi verið í lagi. Það er að segja að framkoma mannauðsdeildarinnar gagnvart honum hafi verið bara, og þú veist, svo mátt okkur því, 28 ára ungur flugmaður er óharðnaður ungur maður í mínum huga ennþá. Ég var allavega alveg upp að 30 bara óharðnaður ungur drengur. Ég er ennþá óharðnaður ungur drengur, ég er 40 sko. Og fyrir þig að sitja andspænis einhverju mannauðsdeild með svona ásakanir og þú getur ekki varið þig og þér er bara gert að segja upp eins og framöðu komið eftir þann fund, daginn eftir sendan skriflega uppsögt með tölvupósti og daginn eftir það var hann allur. Þú veist, þetta er bara Jesus. Þetta er skelfilegt og
ég held að hljóti að vera stóri lærdómurinn í þessu sá að fyrirtæki fari ekki í svona vegferðir að ákveða að taka málinni sínar eigin hendur, rannsaka og skera úr sekt einhvers, það bara brjálæði, bara hreint og klárt brjálæði